Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Það held ég nú sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, þá erum við konið yfir í bardagalistirnar og línuna komin, Evrópumeistarin sjálfur, hann Bjarki Þór Pálsson sem að, gjörsamlega rústaði sínum bardaga í léttivikt á Fightstar bardasambandinu. Heill og sæll félagi. Blessaður. Hvernig hefur það? Ég bara rosalega góður. Nákvæmlega. Herðu, svona, kannski fyrir hlustað sem veit ekki hver þú ert, svona Evrópumeistari í Fightstar, hvað það? Herðu, Fightstar basically bara samband sem ég að keppa fyrir. Og ég var bara að taka þess að titilinn þar sem að beltið sem að í léttvikta beltið. Þannig að þá ég rauninni Evrópumeistari undir þessu sambandi. Já. Þannig að það er svona nokkuð stórt eða ekki mót og gott afrek sem að þeir sem vita ekki hversu stórt þetta er. Jú, þetta er mjög stórt sko. Sambandi er ef við myndum tala í fótboltamáli þá er það bara svona eins og ég sé dönsku deildinni og ég sé komið með titil þar. Og ég að vinna mig upp í Manchester United eða upp í ensku deildina og það UFC og Bellator. Já. En þeir sem að hafa unnið belti þarna hafa einmitt verið teknir upp í Bellator, þannig að það er bara mjög spennandi og bara fyrsta atvinnumanna belti mitt. En hvenær byrjað þú sjálfur að æfa þetta sport? Ég byrjaði mjög seint, ég var 23 ára gamall. Já, og hvað ertu gamall í dag? Ég er 30. Já, þannig að þú ert ekki búin lengi í sportinu? Nei. En ég bara breytti, ég fann bara strax að þetta var eitthvað sem ég vildi gera og rauninni bara raðaði lífinu minn í kringu þetta. Þannig að ég var nýbúin að mennta mig sem smiður og ég hætti því öllu bara og sett með vinnu þar sem að ég var með 130 skall á mánuði og bara lagði allt í þetta og er ennþá að því og núna hefur bara lífið einhvern veginn bara vaxið í kringum sportið og einhvern veginn orðið auðveldra með árunum. Þannig að þetta er bara það sem ég vil gera og ég á nóg eftir. Já. Hafðirðu grunn úr einhverjum sjálfsvarna íþróttum áður og fórst í þetta? Nei, ekki neitt sko. Ég var í kraftliftingum. Já. Og var Íslandsmeistari þar og átti Íslandsmeti í réttstöð og þannig að þú veist ég var svo sterkur og bara það álag sem kemur úr kraftliftingum og svo styrkur hefur fylgt mér alveg vel og hjálpað mér vel í þessari íþrótt sko. Já, kannski aðeins stuttlega einmitt í kraftlyftingum. Menn eru kannski ekki alveg átt að sjá því hvað þetta er góðu grunnur inn í hvaða íþrótt sem er. Nei, nákvæmlega. Það hjálpar rosalega mikið. Bara upp á líka það ef þú ert búin að vera að beygja 180 kíló eða og eitthvað þyngdir og saman með réttstöðuna þá ertu bara búin að byggja svo mikið styrk bara og hnén og annað þola bara svo mikið álag. Þannig að það er einmitt mikið hnémeiðsli í íþróttum sem ég er núna en ég hef alveg sloppið við það og ég tel að kraftlyftingarnar hafi hjálpað mikið við það, bara að venja hnén og vöðvan í kring við allt álagið. En nú, þú ert það ekki, þú ert búin að vera það ekki, byrjar það ekki hjá Mjölni eða hvenær kemur inn í þetta, hver fékk þið inn í að fara í þetta sport? Þetta var bara algjörlega, algjör tilviljun sko. Það var bara félagið minn að bara kaupa ykkur á einhver tíma að maður í Mjölni og bauð mig bara með sér og ég ákvað bara að slá til og kíkti á æfingu og ég bara var ástfanginn strax og síðan hitti ég Gunnar Nelson stuttu eftir þetta og ég spyr hann bara hvernig ég get byrjað í þessu og þá voru þeir að byrja með Mjölnir 101 námskeið sem eru svo vinsæl. Já. Og ég bara skráði mig beint á það og bara hefði ekki tórt tilbaka. Nei, nákvæmlega, einmitt. Og þú náttúrulega lítur það ekki fram á við, þú ert, náttúrulega bara 30, það er það ekki nóg eftir í tanknum? Jú, ég meina menn eru að berjast allavega, sko, það er að tala með menn sé að toppa sem að 32 og mér líður allavega þrusu vel og ég held að allavega, ég ætla að gefa mér allavega 5 ári viðbót. Síðan sjáum við bara hvað gerist. Já,
Og þú byrjar þessu sporti fyrir 7 árum síðan, nú ertu náttúrulega orðin atvinnumaður. Já, ég er 4-0 núna sem atvinnumaður. Og áhuga manna ferillin var 11 sigrar og 1 tap, þannig ég búið með 16 bardaga í heildina. Og var með 3 titla í áhugamennskunni og var Evrópumeistari á móti þarna úti. Og það var svona meira alvöru Evrópumeistaramót, það var svona meira alvöru Evrópumeistari þar sem að ég þurfti að keppa við önnur lönd, sko. Þannig að... En hvað má segja, nú virðist, hvergi ætla að stoppa, við erum að eignast og fleiri atvinnumenn í þessari íþrótt. Já. Hvernig, það má segja, þarf ekki bara að fara að stofna fleiri félög hérna á landinu? Eða svona, betri aðstæður jafnvel? Jú, ég er sem sagt, komin út mjölni að ég er að stofna mitt eigið með nokkrum félögum og við erum að stofna okkur eigið og það heitir, mun heita Reykjavík MMA. Og við kepptum síðasti bardagi var síðasta bardagskvöld, við vorum 5 sem kepptum þar frá Reykjavík MMA og erum rauninni búin að stofna íþróttafélagið og erum núna bara í rólegheitum að leita okkur að húsnæði. Og meðan erum við bara að æfa í Mjölni og við viljum alltaf koma til með að æfa með strákunum það sem að það væri bara vitlaust að vera ekki ennþá að æfa allir bestu saman. Þú ert ekki eini í fjölskyldunum hjá þér sem ert í þessu sporti, það er það ekki bróðin líka í þessu? Jú, Magnús Ingi, Magnús Loki er svona kallaður. Já, Magnús Loki, já. Og hann er bara búinn hann byrjaði aðeins á undan mér og fór sér í kraftlýtingarnar, fylgdi mér þangað og sér dró ég hann yfir aftur þegar hann var búinn að vera aðeins í kraftlýtingum og ég var búinn að vera í 1 ár. Og við höfum bara tókum fyrsta bardagan okkur saman, flugum út og til Manchester og bara skráum okkur á eitthvað mót þarna og þannig að það er búið að vera bara ótrúlega gott og gaman að geta verið með bróður sínum í þessu. Og þannig að þú, eins og þú segir, kallaði Loki, þannig að þú ert einmitt Þór og hann svona Loki, þið bara eru saman í öllu? Já, nákvæmlega. Nema hann er kannski ekkert að stinga þig svona eins og... Nei, hann er ekki að stinga mig í baki eins og í sögunum. Nei, nákvæmlega. En hvernig svona, það er náttúrulega, það er náttúrulega erfitt eða ekki að finna aðstöðu eða ekki fyrir að fara að stunda á fleiri stöðum í Reykjavík? Jú, það er bara að velja vel. Það er náttúrulega húsnæði bara búin að hækka atvinnuhúsnæði. En við erum, í bara minni pælingum, okkur langar að hafa þetta minna. Við erum alltaf ekki að fara í stærri öskjuliðina, en okkur langar bara að hafa þetta minna og heimilislegra og svo við þurfum ekki að hafa áhyggjur af leigu, þá getum við bara verið að fókusa á bara það. Já, nákvæmlega. En framundan er þér núna, þetta býður það ekki upp á tækifæri, náttúrulega, þetta er harður, eins og maður kallar það ekki, harður business að reyna að komast einmitt inn í UFC eða ekki? Jú, það getur verið erfitt, en það er bara, maður þarf að vera vel rétt markasettur og halda áfram að vinna að barda og ég tel bara, mér langar helst að fara í Bellator, frekar heldur en UFC og ég held bara að þessi góð, ef ég er komið annan barda núna 9. des, titilvörn á móti gæja sem að, það er svona allavega er í kortunum að ég er ekki komið samþykkt anstæðing ennþá en þannig að bara fylgjast með og tjekkja á því. Já, nákvæmlega, það er engin spurning, við fylgjumst að sjálfsögum með og það er náttúrulega helst eða ekki Facebook síðunni hjá þér, Þór Pálsson. Já, Þór Pálsson, já. Þannig er það náttúrulega Instagramið líka, Þór Pálsson MMA. Þannig að það fáið þið alla fréttunar. Já, og menn eru væntanlega það ekki að setja hressilega áskorunar á þig þarna? Jú, það verður einhver núna, þessi var náttúrulega aðeins upp líka, hann var búið með 9 barða og 6 sigra af 9 og þannig að hann var alveg upp á við en núna fæ ég bara einhvern enda sterkari. Já, og til þess að ná þessum árangur sem þú ert búin að ná núna, þá þarftu þið ekki að hafa marga svona, bakviði til þess að ná svona langt? Jú.
er ekki bara, já, hvað er svona mörg mann sem í kringuði bara svona einmitt þegar þú ert að, já, fara inn í svona, þetta er náttúrulega heilmikið, þetta er ekki bara líkamlegi þátturinn, þetta er andli og allir fjandið eða ekki? Jú, algjörlega, og eins og ég tala bara eins og með markasetningu og annað, þú veist, ég er hérna með umboðsmann Snorri Baron og hann er bara, þú veist, er að hjálpa mér með markasetningu og redda með styrkjum og gera mér bara lífið hans auðveldara þegar maður æfa svona mikið. Síðan er maður bara með styrktaþjálfara og íþróttaþjálfara, íþróttasálfræðing segi ég og hérna og er með boxþjálfara og þetta er bara allir pakkinn sko. En hvernig líst þér á framtíðina núna, hérna náttúrulega, já, framtíð bara bardaíþróttina, náttúrulega, við erum náttúrulega með Sunnu og, já, Gunnar, þau eru náttúrulega kannski stærstu nöfnin, er það ekki? Jú. En svo er náttúrulega hann Árni, hann náttúrulega kannski kom svolítið á brautina eða ekki fyrst svona? Jú, hann var sá sem ruddi brautina fyrir okkur fyrst og bara fyrsti bardagamaðurinn okkar og hérna þannig að hann var bara sá fyrsti í þessu og stóð sér ótrúlega vel, hann bara lenti í leiðilegum meðslum annars hefði hann komist mikið lengra. Já, en hann er það ekki ennþá á fullu samt að svona styðja ykkur? Jú, hann er að þjálfa niður frá fullu og bara meðla reynslunum sem hann hefur fengið. Þannig að það er rosalega gott að hafa hann. Já, nákvæmlega. Lokin á henni sleppir, það er náttúrulega fullt eða ekki líka efnilegum kaupum sem eiga eftir að sjást Íslendingar, þeir hafa ekki sagt sér síðast að vera, já, framalega í heiminum í þessum bardaga. Það er enga veginn þannig, við erum bara, sko, það er margir að koma upp núna sem að fólk veit ekki og hérna, ungir strákar og hérna, það er mikil þróun í þessu, þannig að það áttur að vera mikil gróska í þessu sporti bara á næstu árum. Já, og það fylgist þið bara með. Nákvæmlega, og það er náttúrulega segir sig kannski sjálft að náttúrulega þeir erlendis frá eru að leita til ykkar eða ekki, oft? Jú, þeir koma hingað, þeir bara, þú veist, og þeir sem hafa verið að koma að æfa með okkur hérna á landinu, þeir hafa bara elskað, þú veist, loftið, matinn, vatnið og bara róleitin sem eru hérna, róina. Þannig að það er eitthvað í vatninu hjá okkur. Þetta er allt í vatninu. Já, það er nefnilega þannig. Bjarki Þór Pálsson, þakka kærlega fyrir og já, hvetjum allar til þess að fylgjast, það er náttúrulega, þú gefum þetta allt inn á Thor Pálsson á Facebook. Algjörlega, ég gerir það. Takk kærlega fyrir. Herru, takk sem leið. Já, bæ. Já, hægt að fylgjast með hann Thor Pálsson og svo náttúrulega ef þú vilt, já, kynna þér allt svona MMA, það er mmafréttir.is sem er svona með allt í helsta sem er að gerast í heiminum og vel fyllt Íslendingunum eftir. En nú það er bili, þáttur kvöldsins, hann fer senn í enda og já, við ætlum að renna hér innan skams yfir úrslit úr leikjum kvöldsins. Allt sem tengist íþróttum, sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.